Speglukennsla er mjög gott tæki til þess að æfa sig í glósutækni. Og þekkjum við að þegar maður er í kennslustund þá vill maður oft bara endur skrifa fyrirlesturinn. En það sem maður þarf í rauninni að tileinka sér er að vinna úr honum aðalatriðin og glósa helst stikkorð. Speglukennsla er alveg kjörin í það vegna þess að þú ert ekkert að missa af neinu þó þú prófir að glósa bara stikkorðið. Þú getur alltaf horft aftur. Hérna í Keili þá get ég komið, ef að ég hef ekki náð að undirbúa mig fyrir tíman og ekki að ná því úr tímanum sem ég vil, þá get ég farið heim til mín og horta á fyrirlesturinn aftur og þá í rauninni bara endurtekið kennslustundin. Það sem ég finnst í rauninni mikilvægast við speglukensluna er í rauninni hvað þetta eykur skipulag fyrir nemendur. Þetta verður svo aðgengilegt og það er búið að búta efni svo vel niður þannig að nemendur ganga að efninu í rauninni á mjög þægilegan hátt. Mér finnst best að hlusta fyrirlesturina bara heima við og hef þá vanalega útprentaða glósur frá kennara úr tíma og bæti svo inn í það sem ég finnst áhugavert við fyrirlesturinn. Þetta getur nýst öllum nemendum en málið er að nemendur náttúrulega nýta sér þetta mismikið og þeir nemendur sem nýta sér þetta almennilega og nýta sér tæknina sem býðst þá náttúrulega gagnast að fólki mjög vel en ég meina fólk er með mismunandi námstækni og þeir sem vilja nýta sér þetta þá er það bara frábært og ef það hjálpaði þá er það glæsilegt. Það sem er í rauninni mikilvægast við nám nemenda er skipulag. Ef það er óskipulag til staðar, þá í rauninni fyllast þeir kvíða, þá jafnvel frestunaráráttu og gefast bara í verstu tilfellum upp. Speglukennsla hentar mér mjög vel í mínu daglega lífi. Bæði þegar maður er með heimili og barn og annað slíkt að geta bara þegar að mér hentar staldra við. Þegar barnið er sofnað eða rétt áður en ég sækja hann á leikskólann. Staldra við og horta á fyrirlestur og farið yfir námsefni. En með varðandi fyrirlestrana sem þeir eru svo aðgengilegir, þeir geta alltaf gengið að þeim vísum og það er í rauninni búið að leggja, þar koma útgangspunktarnir og mikilvægustu þættir námsins og búið að draga upp í fyrirlestrum. Maður getur verið hvað sem er í skólanum, maður getur verið heima á sér og ef maður missir á tíma eða vill horfa aftur á fyrirlestra eða eitthvað þá hindrar það mann ekkert að maður sé heima á sér. Maður þarf ekkert endilega að maður getur í rauninni stund að námi sitt hvað sem er. Þetta er svo miklu meiri sveigjanleiki sem fylgir því að vera með speglukennslu. Það er ekki hægt að líka þessu saman við venjulegt kennslufólk.